Hér erum við með x plus 1 deilt með 3 plus x plus 1 deilt með 4 jafnt og 0. Ég vil losna við þennan þrist og þennan fjarka og ætla að nýta samnefnarinn í það. Þá horfi ég á það að þetta eru 2 liðir hérna, x plus 1 á móti 3 og hinn liðurinn er x plus 1 á móti 4. Reyndar er þriði liðurinn hér, hann er 0. Og ég ætla að margfalda í gegnum alla liðina með þessum samnefnara 12. Þannig að 12 kemur þá hér fyrir framan svigan sem ég er búin að smíða. 12 kemur þá hérna fyrir framan hér. Gerist nákvæmlega eins fyrir framan þennan lið hér. 12 kemur þá fyrir framan þar. Og 12 sinni 0 er það bara 12 sinni 0 sem reyndar verður 0 rétt á eftir. Nú, mér langar að stytta 12 móti þristi. Það er markmiðið með þessu. Að losna við töluna sem hangir hérna fyrir neðanstrik. Þannig ég stytti 12 móti 3. Þannig fæ ég fjarka hér fyrir ofan. Og ég ger nákvæmlega sama hérna. Ég stytti 12 móti 4 og 12 deilt með 4 er 3. Þannig hér ætla ég að skrifa þrist. Þá er þetta komið þannig að fjarkin er þá fyrir framan svigan hér og í staðin fyrir 12 þá kemur þristurinn fyrir framan að sviga hér. En tölurnar fyrir neðanstrik er þá horfnar. Það var markmiði. Þá er næst að skrifa margfalda fjarkan inn í svigan, 4 sinnum x og 4 sinnum 1. Þá fæ ég 4x plus 4. Gerir nákvæmlega eins með þennan plus þrist, margfalda hann inn við svigan x og ásinn. 3 sinnum x er 3x og 3 sinnum 1 eru 3. 12 sinnum 0 er bara 0 og það heldur sér hérna. Þá er bara spurningin hvor megin vil ég hafa x-tölurnar mínar og hvor megin vil ég hafa venjulegu tölurnar. Ég er komin þá í bestu stöðu sem ég vil vera í, þar sem eintómir liðir. Ég ákvað að hafa x-in vinstra megin vegna þess að þau eru báðar x-tölurnar eru plústölur, 4x og 3x. Það þýðir að þessi fjarki hér sem er venjuleg tala og þessi þristur hér verða að fara yfir hinum megin. Þannig að ég er þá með x-tölurnar hérna megin, 4x plus 3x, en hinum megin er það 0 minus 4 minus 3. Nú, 0 hefur engin áhrif í plus og mínus, þannig að ég hefði mátt sleppa því að skrifa 0 í þarna. Ég hefði sem sagt mátt skrifa bara minus 4 minus 3. En reiknum út x-tölurnar, 4x plus 3x eru 7x, en 0 minus 4 minus 3 er minus 7. Ég vil þá deila hérna með tölunum sem hangi með x-inu, sem er 7, og gera það báð megin. Þá styttist 7 út hérna vinstra megin, þannig að eftirstendur 1x er jafnt og minus 7 deilt með venjulega 7, sem þýðir að x er jafnt og minus 1.